Komið sæl og velkomin í eitt og annað úr föstudagsþáttum. Karlakór Bólstaðarhlíðar Hrepps, þetta pínulegt erfitt orð inn á þessu, þeir unnu kórakeppni Íslands á Stöð 2 árið 2017 og vöktu mikla athygli fyrir. Það var hann Skarphéðinn Einarsson sem var kórstjórinn þeirra en hann líka mikill hestamaður úr Húnavatnssýslu. Hann var í viðtali hjá Maríu Pálsdóttur. Til mín kominn maður alla leið frá Blönduósi. Hann tengist tónlist og hestum. Það ekki bara? Skarphéðinn Einarsson, velkominn. Jú, það má svo segja það. Það má svo segja það, sko. Var allt í lagi með ferðina? Það ekki komin skafla á fjallvegum? Nei, ekki. Það er bara svona grátt niður í miðja hlíðar eitthvað svoleið, sko. Já. En allt í lagi, nema ringdi hérna. Já. Og svo, kannski kemst ekki einu svona heim? Jú, þetta ekki einn kvellur, þetta verður ekki neitt. Nei. En mér langaði svo að fá þig aðeins og fyrst óskaði til hamingju með að vinna kórakeppni Íslands í fyrra. Já, takk. Karlakór Bólstaðarhlíðar Hrepps. Já. Þið komuð, sáuð og sigruðuð? Já, það má kannski segja það. Við ætluðum nú aldrei að taka þátt í þessu en vorum svona einhvern veginn manaðir upp í þetta, sko. Já, hver manaði ykkur? Það var nú eiginlega, sko, frændi minn sem var nú reyndar dómari þarna. En hann var nú svo heppinn að hann þurfti nú aldrei að, hann þurfti nú ekki svo mikið við þurftum ekki svo mikið á honum að halda vegna þess að það var sko þjóðin. Já, þetta var símakostning. Já, en þetta var ekki dómaraskandall. Nei, þetta var ekki held ég, sko. Nei. En já, sko, tímasetningi var svolítið slæm vegna þess að í svona kórum út á landi þá eru svo mikið bændur og þeir eru allir upp á fjöllum að smala kindum á þessum tíma. Var þetta tekið upp þarna bara í fyrra haust eða eitthvað? Þetta var tekið upp, já, þetta var tekið upp í september í fyrra, sko, fyrir rúm ári síðan. En samt mættu menn í stúdíó? Já, sko, ég færðist aftur í þriðja þátt í staðan fyrir fyrsta, sko. Þá voru þeir komnir af fjöllum og búinir að ná röddinni aftur eftir að hóa. Og við æfðum bara eitt lag og ætluðum bara að fara bara svona í skemmtiferð og en svo bara fór þetta svona einkennilega. Og þið þurftuð að fara fleiri og fleiri ferðir? Já, 3 ferðir og það var alltaf villust veður fyrir sunnan þegar öllskiptin. En þetta ekki aldrei gott svona í reynslubankan, gott ævintýri? Jú, rosalega, jú, maður kynnist fullt af fólki og þetta var mikil reynsla og sérstaklega fyrir marga þessum mönnum í kórnu sem hafa aldrei tekið þátt í neinu svona, sko. Nei. Sungið bara í sínum kór og farið svo í fjárhús, kannski. Já, og fjósið. Þeir þurftu að fara, sko, í fjósið og fjárhús klukkan 4 á morgnana til þess að komast suður og við þurftum að vera mættir klukkan 10 sér á Keflavíkurflugvelli sem þetta tekið upp, sko. Já, þetta tekið upp þar? Já. Magna, þetta er alveg magna hvað menn leggja á sig. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Og svo fenguð þið flott verðlaun og nýttu þau? Já, sko, við vorum enda búin að ákveða það að fara til Ítalíu. Já. Og svo bara fengum við þarna bara farið, bara nánast fyrir allan kórinn. 4 milljónir í verðlaun? Já, það var ágætt. Æðislegt. Þú ert búin að vera viðlóðandi tónlist ansi lengi, ekki satt? Jú, það má nú kannski segja það. Ég byrjaði að læra á gítar, ég var 16 ára. Þá var ég í iðnskólanum í Reykjavík og fór í einkatíma til Karls Liljandal sem var gítarleikari í Reykjavík. Já. Og var hjá honum ykkur 2-3 mánuði og svo stofnaði maður hljómsveit og var þóttist þér ægilega góður og þetta var verið 66 eitthvað svoleiðis, sko. Og ég er búinn að spila ansi mikið, sko, síðan, sko. Ekki bara á gítar, eða? Nei, svo reyndar kynntist ég blásturshljóðfærum og fór að læra á trompet. Og spilaði heilmikið á trompet og læriði að verða blásarakennari. Þú hefur verið víða, þú komið víða við og prófað margt, en svo er tónlistin kannski alltaf svona... Já, hún er alltaf svona ekstra á bakvið, sko. Já. Skemmtileg saga þegar þú varst að koma til Blönduós eftir eitthvað verið í borginu og sóttur gítarnum. Já, ég var búinn að vera til sjós í Vestmannaeyjum. Hann kom heim haustið og þá var verið að stofna tónlistarskóla á Blönduósi. Og það var svona götuauglýsing og rafmagnsstaur út á götu og þar var auglýst að væri kennt á hinn ýmsustu hljóðfæri og kom ráðinn maður og alltaf og þar með gítar svo ég skráði mig í bara gítarnám hjá honum og til þess að fara að læra kannski nótur og svo ég kunni ekkert í nótur, ég spilaði bara grip og eftir eyranum mest. Og svo þegar hann hringdi í mig og bað mig að tala við sig þá kom það búið úr og ég kunni nú reynda miklu meira heldur en hann, þannig að hann spurði hvernig ég geti ekki bara verið kennari því að það voru svo margir að læra á gítar og hann réði ekkert við þetta alltaf. Svo ég sagði, jú, ok, við skulum bara gera það. Þannig að þú fórst bara að kenna á gítar í staðinn? Já, ég byrjaði bara á þessu þannig. Og þú ert ennþá starfandi við tónlistarskólann? Já. Og stjórnar það ekki líka lúðrasveit, eða hvað? Ég hef gert það, jú, það var sem sagt, eftir ég kom norður, ég flutti 89 og þá komu ansi margir nemendur
á alls konar hljóðfæri og ég sem sagt við byggum til úr að setja úr því og hún var í gangi í nokkuð mörg ár sko en núna hefur fækkað svo ansi mikið. Það er ekki alveg í tísku að spila á lúðuna í dag. Þetta virðist vera svolítið sveiflukennt. Þetta er rosalega sveiflukennt sko. Þetta kemur aftur í tísku, sannaði. Já, vonandi, en þannig að það er eru færri núna en ég get verið kannski með 6-8 krakka núna í vetur. Já. Tónlist er ein ástríða, eru svo ekki hestar hin ástríðan? Já, ég náttúrulega sko alinn upp í sveit svolítið að töluðu leyti, þannig ég kynntist mjög snemma sveiti. Ég fór í sveit þegar ég var 6 ára gamall og þar voru mér svo unnið með hesta á túnunum sko, slegið og rakað og það allt saman, þannig ég upplifði það og mér fannst mjög gaman að fara á hestbak og hefur alltaf fundist það sko, þannig að. Og þú áttu hesta? Ég á þó nokkuð af þeim, já, og mikið eins og flestir. Og segðu okkur aðeins hvað varst að gera síðustu helgi? Já, hljóma svo vel. Síðustu helgi, já. Ég, sko, til að byrja með þá er ég kannski bara í 15 ár búinn að fara með með útlendinga í hestaferðir á heiðarnar ofan við, eða í kringum Blönduós og þar, sko, í Húnavatnssýslunum. Og svo sem sagt það sem heitir Skrafatungurétt að það sem sagt rekinn stóðið sem á Laxárdal sem liggur samhliða Langadalum austan við. Það er rekið til réttar og það hefur myndast núna svo hefð síðustu kannski 20-25 árin að það kemur hópur af fólki víðs vegar af landinu og ríður með. Já, einn dag. Já, einn dag, já. Þegar verið að sækja hrossin til í hagana sko. Og það var einmitt laugardaginn síðasta, fengum alveg svakalega fínt veður og ætli það ekki verið svona kringum 200 manns á hesti. Vá. Og það var mjög magnað sko og þetta er skemmtilegur hópur og það var þetta að syngja með þessum hópi? Og sungið, já, það er tekin upp gítar og slegið í söng svolítið sko. Hljóma svo vel. Eitthvað svona framöndan í vetur í tónlistarlífinu sem að getur sagt okkur frá? Já, kórinn fer að byrja núna sko. Sko það er náttúrulega slátustíðin og þetta allt saman, þannig að bændurnir eru mjög uppteknir í því sko. Þannig að við ferum að byrja svona miðjan október. Já. Og verkefnið fram að jólum allavega fengum við upp í hendurnar núna daginn. Hann Eyþór Ingi hringdi í mig og hann er að fara í tónleikaröð landið og ætlar að nota svona heimakóra. Já, en snill. Við ætlum að syngja með þeim sko. Þannig að hann ferðast landið og hittir mismunandi kóra og syngur með þeim. Já. Þetta við þurfum að heyra meira af þessu. Já, við erum að rukka þetta. Það kemur, já. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna og tíminn hlaupinn frá okkur. Það var gaman að fá innsýn inn í tónlistar og hestarlíf í Húnavatnssýslu. Takk. Og takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Já, hver elskar ekki söng og hestamennsku? Já, allavega ég. Við skulum fara í auglýsingahlé, ekki fara langt vegna þess að eitt og annað úr föstudagsþáttum heldur áfram eftir örskamma stund. Grínistinn Pétur Jóhann Sigfússon mætti í Jómfrúar viðtal sitt á N4 árið 2019. Það var ég sjálf sem var svo heppin að fá að spjalla við kappann en það var einkar áhugavert. Ég er komið með ansi góðan gest í settið. Hann Pétur Jóhann er mættur hérna í Jómfrúar viðtal sitt á N4. Þetta er fyrsta viðtalið á N4. Heldur betur sko. Velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér að koma sko. Já, hvernig er tilfinningin að vera komin hérna norður í settið hjá okkur? Hún er geggjuð. Það er nú bara eina orðið sem mér dettur í hug. Sko, þér að segja, þá er ég náttúrulega, og bara takk fyrir að leyfa mér að koma. Ég horfi ofta á N4 og ég yfirleitt þegar ég sit og er að horfa á N4, þá er ég yfirleitt að velta fyrir mér af hverju er ég aldrei fenginn til að koma í spjall. En það er komið að því. En Pétur, nú ert þú að fara að halda í rauninni hálfgert svona afmæli. Er þetta ekki í rauninni sko 20 ára afmæli frá því að þú ert valinn fyndnasti maður Íslands? Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Sem er 1999? Já, hárrétt og meira að segja bara mjög nálægt. Þetta var einhvern tímann í október, ef maður rétt. Já, ok. Þannig við erum bara... Mánaðamótinu október, nóvember. Já. Ég er ekki alveg með nákvæma dagsetningu en við erum mjög nálægt í svona. Þú veist, á þessum tíma hentaði þetta rosalega vel. Þessi keppni, uppistand var ekkert svo mikið í gangi einhvern veginn á Íslandi á þessum tíma.
Þannig að það var mjög sniðugt í rauninni að ramma þetta þarna inn svona á þessum tíma, en svo uppistand bara náttúrulega búið að aukast svo mikið og það komið svo mikið af fólki sem að getur þetta og kann þetta og þannig að keppnin og í rauninni... Þetta líka svolítið afstætt, þú veist, þetta bara svo að keppi fegurð eða eitthvað? Jú, í rauninni, þú veist, þetta voru náttúrulega bara, og mjög góður punktur hjá þér, þetta voru náttúrulega bara, í dómnefnd voru bara, held ég, þú veist, mestalagi 5 einstaklingar. Og jafnvel 4, þú veist, ég man ekki, enn 4, nei, heyrðu, en þú veist, ég man ekki hversu margir einstaklingar, en þeir höfðu bara þetta vald að velja bara fyndnasta mann Íslands, þú veist, sem náttúrulega eins og segir, þetta svolítið, þetta þungur titill að bera á. En það pressa bara yfir höfuð að vera fyndin? Já, það það, en sko, eins og þú sagðir áðan, þetta svona smekksatriði, hvað fólki finnst fyndið. Þannig að þú sem einstaklingur getur í rauninni svona, og eftir því sem að tíminn leið, þá fórum mér að finnast það auðveldara, þú veist, að því að, en þarna alveg fyrst, þetta ár, sem ég var fyndnasti maður Íslands, árið 1999, með kóróna, það var alveg svona, þú veist, og þessi kynning, það var oft sem maður var kynntur inn, og við komum að taka vel á móti fyndnasta manni Íslands, þú veist, og þá var bara, já, og þá þurftur við náttúrulega svolítið að skila því. Já. En en ég sem betur fer var ekkert svo mikið að festa mig í því. Ég í rauninni bara skilaði mínu og bara, þú veist, vonaði það besta, sko. Já, nú ert þú til dæmis búin að vera hérna hjá okkur í smá tíma síðan að þú flaugst til Akureyrar. Já. Og sko, þú ert eiginlega svolítið bara svona gangandi uppistand, ef ég var að segja svo. Þú ert bara búin að vera að reyta þig brandarana síðan þú komst hérna. Það allir svo hressir hérna. Þetta náttúrulega geggjað. Þetta pínu fyrir mig að koma á N4. Já. Þú veist, þetta pínu svona, revelation eða, þú veist, þetta svona... Upplifun? Upplifun, já. Okay. Þetta upplifun. Sjá ykkur öll og svona, þetta geggjað, sko. Ég mæli með því að allir komi hérna, kíkja maður. Nei, þetta bara gaman, þú veist, við að fá okkur kaffi og það mjög huggulegt. Fílast eitthvað, sko. Já. En svo finnst mér oft líka gaman að búa til, þú veist, einhverja svona, ekki óþægilegar aðstæður, en þú veist, mér finnst bara gaman að fá athyglinna, mér finnst oft gaman að fara framfyrir í röð. Já, bara svona sjá viðbrögðin. Já, þú veist, og segja við fólk, ég náttúrulega superstjarna, þannig að ég hlýt að fara framfyrir hérna, er það ekki? Ekki allir sammála það? Þú veist, með fulla körfu eitthvað staðar. Ertu ekki hræddur það einhvern tímann að fólk sko fatt ekki kaldhæðnina? Jú, sem að mér finnst gaman. Já. Fólk svona, það svona mismunandi, þú veist, ef það eru 10 manns í röð, já. Þá allir með mismunandi viðbrögð, sumir vita að ég með kaldhæðni, en aðrir eru bara, hver þetta? Það fullt af fólki sem bara veit ekkert hver ég sko. Tekur fólk þig einhvern tímann alvarlega? Ef þú vilt koma með eitthvað svona, þú veist, eitthvað innlegg í umræðuna borgarlínuna eða eitthvað, þú veist, tekur fólk þig alvarlega? Borgarlínuna? Þú veist, þetta var bara dæmi? Já, þetta gott dæmi, sko. Ég nú reyndar með eitt varðandi borgarlínu. Nei, þetta góður punktur. Borgarlína, sko, en já, ég tekin alvarlega stundum. Ekki alltaf. Það fer eftir í hvar ég að þá svona, þú veist, það oft stutt í bara léttleikan. Það kannski, heyrðu, maður heyrir oft þessa línu, heyrðu, hvað, maður veit nú ekki alveg hvort maður á að taka þig alvarlega, eitthvað falið myndavél hérna, hvaða fíflagangur í gangi núna? Þú veist, maður heyrir þetta alveg. Já. Svo þegar það frá, þá getum við farið að tala. Já, bara á jafnréttisgrundvelli. Já, vetradekk, hvað þetta eitthvað fíflagangur? Hvað? Viltu hafa þetta hvað, harkornað eða nelt eða hvernig ætlar að hafa þetta? Já, sko, ég til dæmis upplifði það einu sinni að hitta Jóngnar einmitt. Og sko, þetta var þegar ég var svona frekar ung og ég var búin að horfa mikið á Fóstbræður og fannst það náttúrulega bara alveg fáránlega fyndinn maður, allt sem hann sagði. Og svo síðan kemur labbandi inn á kaffihúsið sem ég að vinna á, hérna á Akureyri. Og hann kemur labbandi inn og ég hugsa, Jóngnar, ég verð að passa mig að fara ekki að hlæja. Já, þetta verður eitthvað. Já, og svo kemur hann labbandi og náttúrulega bara að lifa sínu eðlilega, venjulega lífi. Já. Hann ekki í Fóstbræðrum. Eins langt og hann nær. Og hann kemur fyrir eitthvað svona skoða í kökuborðið. Já. Og svo ég segi bara góðan daginn og bara góðan dag. Hreytti hann ekki dýr? Nei, hann sagði bara eitthvað góðan dag, eða svona mildra eða eitthvað. Og svo segir hann,
áttu ekkert með fiski? Og ég bara, og ég bara hlæja. Í bakarí? Nei, í kaffihúsi. Á kaffihúsi? Já, en ég held hann hafa verið að meina þetta og ég fór bara að hlæja og þetta var svo vandræðilegt og hann svona fór. Ha? Já. Áttu ekkert með fiski? Þetta er alltaf geggjulína. En þú veist, ég held þetta væri grín, en það var held ég ekkert grín. Hann langaði bara í eitthvað með fiski og hann er örugglega búinn þreyttur á því að fólk færi bara að hlæja á honum. Þetta er samt ógeðslega fyndið. Hann var örugglega ekkert eftir þessu, sko. Áttu ekkert með fiski? Akkúrat, þetta er fyndið, en þú veist, sérstaklega hann segir það. Sérstaklega líka á kaffihúsi? Já, það voru eiginlega bara kökur þarna. Já. Fiski, hvað áttur að vera með fiski? En ég hef alltaf pínu skammast mér fyrir það, sko. Ég ímyndaði mér að þú veist, þegar kannski einhvern tíma lenti í einhverju svona, að fólk fari bara að hlæja þér þegar þú ætlar ekkert að vera fyndin. Já, ég lend alveg í því. Það er bara hlegið endalaust af einhverju sem ég er að segja. Ég stundum teki eftir því, stundum veit ég ekki alveg hvort það er verið að hlæja að mér eða, þú veist, hvort ég labba asnalega, ég veit það. Það fari oft fólk til að hlæja bara upp úr þurru, sko. Eða hvort það var eitthvað sem ég sagði, hvernig ég sagði það eða eitthvað. Sama hvað, það truflar mig ekkert, sko. Og þú veist, og ef ég er með Sigrúnu minni út að borða, þú veist, þá er ég oft bara líka að búa til óþægilegt, sko. Fyrir hana? Hún er kannski orðin vön því? Já. Konan? Já, nei, það fyrir, enda, hún er alltaf bara, nennu, please, hætta þessu. Þú veist, þá er ég að segja við þjóninn, þú áttir ekki von á þessu í morgun eða það. Hvað? Pétur Jóhann Sigfússon væri bara hér að borða. Og hann er svona, nei, ég veit ekki. Hvað? Nei. Ekkert verið að segja fólkinu á bakvið að ég sé hérna, þá kom allir fram og eitthvað. Þetta er óþægilegra staður sem mér finnst gaman að búa til. Já, greinilega. Ekki verið að segja kokkunum og svona, þá koma þér hérna og vilja fá selfie og þá henni finnst þetta bara hana langar að grafa svona í jörðinu. Já. Hana langar að grafa svona í jörðinu. Ég skil hana ótrúlega vel. Já. En þetta finnst mér gaman. Þú veist að því að þjónninn var ekkert að spá í. Það er þetta sem ég er að tala að þú ert gangandi uppistand. Það þarf ekkert endilega að kaupa sig inn einhvers staðar, það getur bara fyllt þér eftir. Fólk getur bara fyllt þér eftir. Nei, ha? Viljum við það? Nei, viljum það kannski? Nei, ég meina, já, ég veit ekki, alltaf eitthvað fólk á eftir mér. Býð eftir að segja branda. Hvað gera næst? Það væri geggjað, það var alltaf með 40 manns. Það væri þetta mjög skemmtilegt. Ég veit ekki hvað fólk getur. Ég ætla ekki að borga fyrir þú að borða hérna. En segið þið aldrei hérna á N4. Þú veist að við Íslendingar, við segjum rosalega oft N4. N1. N1. Ég er rosa oft spurð, er ekki gaman að vinna á N1? N1, ha? Já. Nei, það er bensín. Fólk ruglast alltaf saman. Það er glas. N1 vittisingurinn. N4. N6. Heyrðu. N2. Það er allir hlægjandi hérna fram, ég heyri þeim. Hérna. N10. Nei, ok. Ertu búinn? Já, ég er hefðin. Ok. Æ, þú veist. Veistu það? Nei. N4. Þetta er fyndið. Þetta er fyndið, þetta er rosa fyndið, en mér þykir rosa leiðilegt að tíminn er búinn fyrir svona 10 mínútum síðan. Er það? Já. En hérna, við ætlum að koma því að þú ætlar að halda uppistand í Hofi. Já. Já. Hvenær er það eftir? Hofi, 30. nóvember. 30. nóvember. 30. nóvember. Já. Og og ég ætla að biðja allir að fara í bað og vera hreinir og fínir. Nei, já, 30. nóvember, Hof, 19:30. Það er aukasýning líka. Það kom aukasýning klukkan 22:30. Já. Það er það seint kvöld að það geti orðið svolítið dirty. Já. Nei, ég veit ekki. Það er bara fyrir þá sem fíla það. Já. Þurfa það ekki að fara í bað. Já, það með allir verið skítugir þar. Já. Þannig að það er, ef við hefur ekki tíma til að baða þig að fara í sturtu. Þá ert þú hvort sem er örgulega sveittur og allt það. En mikil tilhlökkun. Það er alltaf bara, nú er ég náttúrulega búinn að bulla svo mikið, en nú ætla ég að vera bara venjulegur. En það er alltaf geggjað að koma inn á norður. Mér finnst bara, sko, ég kem alltaf alla páska og fer á skíði í Hlíðarfjalli og ég er voða mikið að slæpast hérna. Mér finnst eiginlega skárra að vera hér heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Já, viltu ekki bara flytja til okkar? Jú. Gæti ég fengið þátt hér? Alveg örugglega. Okay. Ég held það alveg klárlega. Já. Hver stjórnar því? Heyrðu, Marja Björk, ég seti í samband við hana. Ég lofa að vera ekki með eitthvað svona en 4. Nei, þetta er alltaf leið við ritstýrið þig bara. Já.
En við þakkum kærlega fyrir komin. Nei, ok, ég ætla ekki að segja það. Þú segir það. Þú mátt ekki taka við þáttinn minn núna samt, sko. Nei, þetta þátturinn þinn. Já. Þetta föstudagskvöld. Þetta föstudagskvöld og vonandi bara hafa allir haft mjög gaman að þessu spjalli, allavega hafði ég það. Endum þáttinn að þessu sinni með tónelsku systkinunum frá Tjörn í Svarfaðardal, Erni og Ösp Eldjárn. Ösp gaf bróður sínum lag í jólagjöf árið 2018, eins og við gerum öll fyrir okkar nánustu fjölskyldumeðlimi. En þau ræða aðeins lagið við Maríu Pálsdóttur og svo fáum við að heyra það í lokin. Lagið Draumsnillingar. Að taka fyrir okkur. Heyrðu, ég gaf Erni lag í jólagjöf. Eins og maður gerir. Já, það var hjartnæmt. Hjartnæmt, já. Ég var bara... Agalegt. Engin pressa þess þú þá ekki að gefa henni lag? Jú, ég er að vinna í næstu jólum. Og það er svona, eiginlega fjallar svolítið okkur og svona, draumsnillinga, draumar og fólk kannski. Og svona, hvernig það er að vera draumsnillingur í þessum heimi, sko. Já, kapitalíska heimi. Já. Geggjað að fá okkur í þáttinn. Takk fyrir komin og gangi ykkur vel í tónlistinni. Og svo fáum við að heyra hérna lagið sem heitir Draumsnillingur. Draumsnillingar. Draumsnillingar, gjörðu svo vel. Ösp og Örn Eldjárn. Takk. Í sól og sumari við lékum okkur bæði við ljúfa lækjanir draumar okkar fengað vaxi næði laus við áhyggjurnar að framtíð okkar beggja því veröldin hún var í mjúkum faðmi ykkar tveggja en lífið er víst flóknara en svo snúið fyrir draumsnillinga tvo Líkt og vatn við stein mótað hafa okkur tárin og sáru hjartans mein haft af okkur árin því lífið er jú flóknara en svo og snúið fyrir draumsnillinga tvo En eitt þú vita skalt á meðan lífsins stundir tifa Ég kýs það 1000-falt elska, hlæja, gráta, sakna, lifa